Staðfræðikort þessi venjulegu landakort sem við notum svona daglega. Þau sýna allt mögulegt. Við skulum ímynda okkur að hér sé eyja. Þá einn litur sem að sýnir til dæmis hæðarlínurnar og eftir því sem að þannig getum við lesið svolítið hæðina í landslaginu og eftir því sem að hæðarlínurnar eru þéttari þá hækkar landið hraðar. Þið sjáum að þetta svona nokkuð jöfn brekka þá til í lokin þá snar hækkar hún hérna í miðjunni. Það getur verið vegir á svona korti, það getur verið einhver annar litur, einn litur sýnir hvar þéttbýli. Svo getur verið með annan lit sem að sýnir eða eitthvað ákveðið munstur sem sýnir hvar stöðuvatn og svo framvegis. Við getum verið með liti sem sýna hvers konar gróður á hverju svæði, hvar jökull, hvar eyðimörk, allt mögulegt. Það geta verið tölur inn á þessu, það geta verið nöfn. Þessi fjallstindur hérna gæti heitið bara horn og þá stendur oft bara horn við hann eða hvað svo sem hann heitir. Þannig að það hægt að fá ansi góðar upplýsingar hvers konar landsvæði þetta. Ég get lesið hvar eru fjöll, hvar eru dalir, hvar get ég hugsanlega keyrt, hvar get ég hugsanlega labbað og svo framvegis bara með því að lesa kortið. Alþjóðlegt heiti svona staðfræðikorta eru topografísk kort, en topografía grískt orð sem þýðir staðarlýsing. En það það sem kortið reynir að gera, það reynir að lýsa staðháttum á hverjum stað fyrir sig.